Keilir miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs útskrifaði nærri 200 nemendur úr nokkrum greinum. Meðal útskriftarnema voru hjón á miðjum aldri úr Keflavík og flugmaður sem slasaðist alvarlega við störf á Keflavíkurflugvelli fyrir nokkrum árum. Víkurfréttir streymdu brautskráningu hjá Keili í síðustu viku en hún fór fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ. Útskriftin markaði þau tímamót að 4000. nemandinn útskrifaðist frá Keili og hafa nú samtals rúmlega 4000 einstaklingar útskrifast úr námi við skóla miðstöðvarinnar. Við athöfnina voru útskrifaðir 87 nemendur af háskólabrú, 26 IAK einkaþjálfarar, einnig 26 IAK styrktarþjálfarar og 32 atvinnuflugmenn. Hjónin Ingvar Ingvarsson og Sigríður Ella voru meðal útskriftarnema á háskólabrú og okkur leik forvitna á að vita hvernig þeim hafi gengið. Hvernig að fyrir hjónin að fara saman í nám á, ekki alveg gamals aldri en hérubil? Það bara alveg frábært. Það svo gott að hafa stuðninginn frá hvort öðru. Þægilegt hérna námið. Þú getur tekið bara eitt fag í einu og það var einmitt kosturinn sem við sáum í. Ekki vera að hræra í einu hrærigraut með mörg fög, það sem allt fyrir í klessu. Þannig að líst bara mjög vel á þetta. Voruð þið búin að, horfðu á þetta sem mjög erfitt, svona áttu í erfiðleikum í námi, kannski framhaldsskóla áður? Já, sérstaklega eins og ég sem sé með lesblindu og hefur alltaf gengið mjög svona brösulega, finnst þetta allt bara svona, en svo einmitt þegar ég heyri það því að hvernig þetta hjá Keili, þá getur bara tekið eitt fag í einu, að þá bara, þetta bara tækifæri með mig, þetta kannski eitthvað sem ég ætla að prófa. Og svo var einhvern veginn svona, á ég að þora ein. Svo bara, ert þú ekki bara til í að koma með mér? Skólabekk aftur. Og svo kom bara, jú, við bara kýlum á þetta saman. Og það bara búið að vera mjög fínt. Ingvar, hvernig var þetta svo að fara með frúnni í nám? Þetta var mjög sérstakt eftir 20 ára hlé í skóla, en þetta frábær skóli og svona skipulagið mjög þægilegt, taka mestalagi 2 áfangi í einu. Bara hjálpar alveg svakalega, frábæra kennarar. Skiptir svo miklu máli. Svo eru fyrirlestararnir og getur spólað bara aftur og eftir einhverjum vandræðum. Prófum bara mjög þægilega og svona góður grunnur í öllum fögunum fyrir próf. Þannig að bara frábær skóli. Fannst þér mikill munur á að fara núna í nám heldur en fyrir 20 árum þegar þú varst að byrja í fjölbraut? Já, bara maður búinn að þroskast og bara maður miklu meira tilbúinn og það bara málið sko. Miklu skipulegri og svona allt önnur tækni bara sem maður notar. Bara mæli heiklust með þessu skóla sko, fyrir alla sem eru að spá. Algjörlega. Eruð þið með einhverja framtíðardrauma eftir þetta? Ekkert planað, allan að maður orðinn útskrifaður. Það ekki segja bara að það ekkert planað en ekkert útilokað. Nei, nákvæmlega. Það svona bara, við erum að skoða þetta bara. Bara búið að opnast nýjar dyr og hver veit hvað maður gerir. Ómögulegt átt að sagði. Að vera viðstaddur hérna útskrift í Keili þá virðist vera mjög góður andi svona í skólanum og í öllu námi hérna eða öllu námi í skólanum. Hvað vil ég segja um það? Þetta bara alveg yndislegt, frábært og maður fær svo jákvætt viðmót. Það allir sem bara peppa maður svo upp og allt mjög jákvætt. Nemendurnir duglegir að hjálpa stað. Ef þessi skilur ekki eitthvað, þá þessi til að hjálpa og bara þetta unnið rosa mikið saman og það einmitt það sem að hjálpa rosalega mikið. Og ég myndi vilja segja við alla, ef þú ert eitthvað að hugsa og hika, þú getur þetta alveg. Bara kíktu á Keili, það bara klárlega skólinn. En Ingvar, voruð þið hlið við hlið að læra heima? Stundum, ekki alltaf. En svona, bara ef það henta, ef við vorum í sama hóp, ofta var ég allt öðrum hóp en hún. Kannski 4-5 önnur saman, þá var ég tímsund einhvers staðar annars staðar. Þannig að það svona bæði og bara. Þið byrjuðu fyrir COVID, haustið fyrir COVID og lendið inn í COVID og það enda núna þegar COVID að enda. Þannig að þetta búið að vera svolítið svona rússibanni. Já, þetta bara svakalegt sko. Við tókum ekki 1 próf upp frá janúar. Við náðum að fara í 1 próf, fengum að fara nýnemadaginn. Einhver stóðtíma, svo bara allt í lás, allt online bara. Þannig að það breyttist rosalega en aðferðirnar eru svo frábæra hjá þeim. Þannig að þetta bara algjör snilld, hvernig þau taklaði þetta. Líka bara hvernig kennararnir hafa bara haldið svo rosalega vel utanum bara nemendurna sína. Mér finnst það bara alveg frábært. Það skilaði verkefninu
gerðu það, fylgstu með hvernig var og þarftu ykkur aðstoð. Ef þú þarft aðstoð, þá jafnvel bara gerður sér tímsfundur til þess að útskýra og bara allt lagt upp úr því að efni kemist til skila. Haldið að séu margir svona, hvað ég að segja, mikið af fólki úti í samfélaginu sem að á svipuðu reiki og þið voruð og að hugsa haldið að séu margir þetta? Já, ég hugsa það. Ég hugsa að séu margir búnir með kannski, við vorum búnir með kringu 70 einingar eða eitthvað áður, 60-70. Ég hugsa að séu alveg margir og ef þeir eru að spá, þá bara mæli ég hiklaust með keilur allan daginn. Klárlega. Bara að þið geti þetta. Keflvíkingurinn Sigurður Vigni Guðmundsson einn fjölmargra sem hafa unnið á flugvellinum og heillast af fluginu. Árið 2014 líður líklega seint úr minni Sigurðar Vignis en hann lenti í 2 vinnuslysum þetta ár og aðeins með nokkurra mánaða millibili. Í slysinu á Keflavíkurflugvelli starfaði Sigurður Vignir sem hlaðmaður hjá IGS þegar hann féll úr farangurslest flugvélar. Það ekki hægt að segja að framtíðin hafi verið eitthvað svakalega björt fyrir flugmenn í kófinu en auðvitað eru fólk að horfa fram á veginn, eða ekki? Ég meina það eru niðursveiflur og uppsveiflur í held ég flestu bara. Þannig að sem betur fyrir er COVID vonandi að enda að líða hjá þannig að það kemur uppsveifla aftur. Þannig að það er allavega jákvæð og björt framtíð í því. Hvernig gekk svo í náminu og hvernig var það? Herðu, námið er náttúrulega bara strembið og bara þrautseigjan og maður var alltaf í rauninni eitthvað að læra. Þannig að ég held að ég fara svolítið mikið á þessu bara á þrautseigjunni og stóð mig bara með príði að vínum að allavega. Og nú tekur við flug, þú ert að safna tímum annað og hvernig lítur það út? Bara mjög vel, náttúrulega vonandi bara verður gott veður í sumar þannig að maður getur bara flogið eins mikið og hægt sem að bara ég er mjög spenntur fyrir sumrinu allavega. Og þetta nú, kófinu að ljúka getur við sagt, þannig að þetta lítur orðið mun betur út með hvað flug varðar. Já, miklu betur. Eins og bara flugfélög eru byrjað að ráða inn bara flugþjóna og flugfreyjur og flugmenn aftur sem er bara mjög jákvætt fyrir bara fluggeran í heild sinni. Ertu með eitthvað drauma, ákveðin félög eða ættu að fljúga frá Íslandi eða ertu með eitthvað hugmyndir? Sko það er alltaf, þegar allir byrja í þessu flugnámi þá byrja allir með Icelandair bara efst á listanum sínum. En ég meina, ég vil bara hafa allt opið og bara sjá hvert námi getur farið með mig. Fá menn eitthvað svona, hvað getur við sagt, farið í eitthvað flokka varðandi flugvéla tegundur og svona, því að nú það misjafnt eftir flugfélögum? Nei, það fer henni bara eftir þess að þegar þú ferð vinnu hjá flugfélagi þá ertu bara settur í kennslu á ákveðnu flugvélu sem er í flotanu hjá þeim. Þannig að, en við lærum bara á litlar Diamond 1 hreyfla og 2 hreyfla flugvélar, þannig að það er náttúrulega bara þannig. Sigurður, þú átt ekki beint mjög góða minningar frá Keflavíkurflugvelli og lentir í mjög vondu óhappi sem hlaðmaður hjá Íslandi 2014 og síðan í öðru óhappi stuttu síðar. Nú þurfum við að ganga í gegnum heilsuprógram, þannig að þú þarft að standast heilsupróf. Hvernig gekk þetta eftir að þú lentir í þessu óhöppum fyrir nokkrum mánuðum síðan? Sko þegar ég lendi í fyrraslysinu þá bara tók rauninni bara við strembin, bara hvernig hvað var það að nota þetta. Ég þurfti bara að hreyfa mig og bara ná öllum, bara skynjum í löppunum á mér aftur og læra að ganga eitthvað nýtt? Já, læra að ganga eitthvað nýtt til dæmis og það var náttúrulega mjög erfitt að vera 21 árs og þurfa að gera það en ég bara hef alltaf verið jákvæður og aldrei gefist upp í rauninni, þannig að ég bara náði mér einhvern upp aftur og núna er eins og ég hef aldrei lent í neinu í rauninni. Þannig að þetta hafði ekki meiri áhrif á því en það? Í rauninni ekki, ég bara þyngdist aðeins en það mátti alveg gerast. Þannig að ertu með lærdóm í þessu, ertu að koma með skilaboð út í samfélagi, það er alveg hægt að halda áfram þó að hlutinni séu stundum svolítið svartir? Já, ég minna, ég hef alltaf verið bara jákvæður einstaklingur og trúi því að ef þú ert jákvæð og góð manneskja þá gerir góða hluti fyrir því. Þannig að ég bara hef alltaf verið í rauninni þannig. Þess vegna var ég líka bara heppinn að vera með góða sem hjálpaði mér gegnum þetta líka. En þegar þú meitið svona mikið sem hleðslumaður hjá Icelandair þá þú varst ekki alveg á þeim tíma rétt eftir það að ímynda þér þá myndir ættir eftir að vera flugmaður? Nei, það var síðasta sem ég hugsaði þá. Þá var ég mikið í körfunni í Keflavík og bara
það var það sem ég langaði að gera. Svo kom upp atvik, sem sagt ég var að vinna í öryggisstjórnstöð upp á flugvelli og sá einn strák, eða sem sagt já, mann sem ég þekki mjög vel sem flugmaður hjá WOW og hugsaði WOW, hann lítur mjög vel í uniforminu, mig langar að gera þetta. Þannig að þá komu þessi ungu draumar sem ég hafði þegar ég var lítill að vera flugmaður eftir. Það náttúrulega átt að segja að flugumhverfið sé hérna á Suðurnesjum. Já, það náttúrulega, ég held að flest allir sem fara í flugnámi eða eitthvað svona tengt hafa verið að vinna upp á flugvelli og fá bara þessa bólurinni, þessa flugbólu vilja komast í flugi, sko. Þannig að þú sér þig fyrir því í háloftunum innan skams? Já, bara vonandi sem fyrst. Þá bara þarf maður að klára þetta verklega og klára sér það sem maður eftir. Svo bara vonandi fer maður bara í loftið sem fyrst. Hvað heldur að sé langt þangað til að þú getur farið að sækja starf sem flugmaður hjá stóru félagunum? Vonandi bara snemma á næsta ári, ef ég er heppinn. Annars bara munur örugglega vera uppsveifla í þessu næstu 2 árin held ég. Þannig að ég ætti að vera góður í tíma. Þannig að möguleikan er að fá aftur starf. Nú vitum við að það eru margir flugmenn sem er ekki búin að fá starfið sitt aftur. Þannig að þú sér því svona á næstu örfáum árum komast upp í loft. Já, ég meina að fá starf hjá Icelandair náttúrulega ákveðið lottó. En ég meina að það eru ýmis störf út í heimi og bara líka hjá minni flugfélögum sem eru vonandi að losna fljótlega. Þannig að maður bara bíður og vonar. Fjölmargir nemendur hafa útskrifast sem einkaþjálfarar og styrktarþjálfarar frá Keili á undanförnum árum. Við ræddum við 3 nýútskrifaðar ungar konur úr Heilsuakademíu skólans. Hvað getur þið sagt okkur um námið og hvernig gekk þetta svo? Þetta bara búið að ganga mjög vel. Þetta mjög krefjandi, skemmtilegt og þetta mjög skrítið núna þegar ræktarnir eru búin að vera lokað nánast allan tíman. Þannig að maður þurfti svolítið að improvisa heima í stofu og út í garði og alls konar. En þetta bara búin að læra ógeðslega mikið af þessu. Er almenningur komin aftur á stöðarnar? Ég myndi segja að þetta sé búið að breytast alveg freka mikið. Núna fólk alveg farið átt að segja að það alveg hægt að bara æfa heima og kannski tekur styttri tíma og þarf ekki að fara á stöðarnar. Þannig að það var svolítið okkar að átta okkur á því að það kannski svolítið bara breytti tímar að fólk kannski fer minna en að rækta stöðarnar en það auðvitað líka alltaf, helst líka alltaf þannig. Þannig að hugsuðu meira það þá í náminu, breyttist þetta eitthvað aðeins í kófinu? Já, við bara þurftum svolítið að hugsa út fyrir kassan. Við þurftum svolítið að bara hugsa þetta öðruvísi heldur en bara inn í ræktarstall. Að líka bara æfa heima og úti og bara nota það tækjatól sem við höfðum. Styrktarþjálfun í Keili, fyrir hverja hún? Þetta bara ótrúlega flott nám hjá þeim og ég myndi eins og ég sé þetta fyrir mig þá styrktarþjálfun svolítið fyrir fólk sem hefur áhuga að vinna með íþróttafólki og kannski afreksfólki í íþróttum. Á meðan einkaþjálfun kannski með meira bara almenningi líka. Þannig að já, fyrir fólk sem að vinna með íþróttafólki og hópa. Hvernig var námið? Varstu ánægð með það? Já, ég var bara rosa ánægð með þetta. Það náttúrulega COVID bara augljóslega setti smá strik í reikninginn og það voru náttúrulega svona kennarar sem hefðu átt að koma erlendis frá sem við náðum ekki að hitta sem manni fannst svolítið leiðilegt en þau stóðu svo ótrúlega vel að koma þessu í kring og kennararnir allir bara búin að vera alveg frábærir. Þú ert að vinna, tengd stjörnunu í Garðabæ, eða ekki rétt hjá mér og hvaða möguleikar eru í störfum fyrir ykkur eftir þetta nám? Margir í rauninni, bara maður hefur náttúrulega enga að tapa og ég veit bara miklu betur og byggja ofan á bara mína eigin þekkingu og fyrst og fremst þetta var sjúklega skemmtilegt og þá lærir maður bara alltaf eitthvað nýtt Þannig að já, fyrir alla sem hafa áhuga á að hjálpa öðrum að gera betur þá þetta klárlega námið fyrir þá. Er styrktarþjálfunin, það að hjálpa íþróttafólki að hauga betur að sinni þjálfun í þá mörgum greinum eða öllum greinum? Já, algjörlega. Við getum í rauninni bara aðstoða hvað íþróttafólk sem myndi ég segja, í hvað íþrótt sem og og hafa gaman af. Og hvernig var að vera í kófinu að læra styrktarþjálfun? Það var sjúklega skrítið og fyndið, þetta var bara allt. Bara heima, eins og ég sagði hann, setti kærastu minni lasta hliðarlega og stóð á gólfunni og kenna bróður minn að gera arbjör og hnepur inn í bílskúr og þetta var ógeðslega fyndið en maður bara lærir og
Þetta var mjög lærdómsríkt, verð ég að segja. Og mjög sérstakt, þetta var kannski bara gott. Ég held sko líka bara það að, þú veist, COVID, það var einhvern veginn ekkert annað, þú veist, að gerast og maður var kannski frá vinnu þannig að maður gat einhvern veginn gefið sér meira tíma, held ég, í námið, sko. Já. Og maður einhvern veginn, já. Sett allt í þetta bara. Já, maður gæti bara svolítið einbytt sér alveg rosa mikið að náminu sem að ég kannski, ef að maður hefði verið að vinna og lífið verið allt bara á fullu þá hefði maður kannski ekki náði að sinna því eins vel, ég veit það ekki. Af því þetta er mjög krefjandi og það er margt sem maður þarf að læra og lesa og hlusta og vera viðstaddur og þannig að, já, klálega, þetta gaf okkur meiri tíma bara í þetta. Já.